með smá umfjöllun helstu mælieiningar sem eru notaðar í efnafræði og eðlisfræði og öðrum raungreinum SI einingakerfið notað mikið. SI stendur fyrir frönsku skammstöfuna sem System International, en þetta satt bara alþjóðlegt einingakerfi, það sem að á við. Og í þessu kerfi eru skilgreindar 7 grunneiningar. Og aðrar einingar heldur en þessar eru svokallaðar afleiddar einingar. Og við notum þær nú ekki allar í efnafræði, en þær koma fyrir í eðlisfræði þá í staðinn. Massi táknaður með MI, einingans kílógramm, þetta SI, eining massa. Og ég ætla að skrifa út hérna. Ég ætla að skrifa hérna kílógramm, sem skammstafað KG. Lengd gjarnan táknuð með S, þetta hvernig þetta táknað í jöfnum. Eining lengdar metri og skammstafað M. Þetta þegar við segjum tákn, þá erum við að meina hvernig táknum við þessi einingu í jöfnum. Tími mjög gjarnan táknaður með litlu t. SI eining tímans sekúnda, sem hefur skammstöfuna S. Þegar við skrifum S fyrir aftan tölu, þá meinum við sekúndur. Hitastig mjög oft táknað með stóru T. Það meira sem stundum táknað með litlu T, en að því að tími og hitastig eru sjaldan notuð saman í jöfnum, þá yfirleitt ekki ruglingur á þessu. Og SI eining hitastigs Kelvín, sem skammstafað K. Og Kelvín kvarðinn hefur jafnstórar gráður og Celsius kvarðinn. Hver gráða á Celsius jafnstór 1 Kelvín gráðu, en Kelvínskalinn hefur engar mínustölur. Núllið á Kelvín lægsta mögulega hitastig sem til Efnismagn, hvað við notum til að í rauninni telja efni, getan táknað með N, sem stendur þá í rauninni fyrir number. Eining þess mól, og það líka bara að skrifa mól, það ekki sérstök skammstöfun fyrir mól. Straumur svo getan táknaður með I, og eining straums amper, og skammstöfun fyrir það bara stórt A. Ljósmagn svo gjarnan táknað með jóði eða ljósstyrkur, og einingin fyrir það kandela, og sem skammstafað með setja. Þetta eru alþjóðlegu einingarnar, allar þær sem að koma mest fyrir, sérstaklega við erum að læra efnafræði, eru massi, efnismagn, hitastig eitthvað, og stundum lengd sem afleidd eining. Tími mjög sjaldan. Straumur og ljósstyrkur eru eðlisfræðilegar stærðir. Nokkrar hins vegar afleiddar einingar koma oft til. Rúmmál til dæmis í SI einingakerfinu afleidd eining 3 lengda. Rúmmáli getan táknað VAF. Þetta að táknið í jöfnunum kemur lang oftast úr enska orðinu. Rúmmál VAF, volume á ensku, þannig að það verður VAF. Hitastig til dæmis temperature, þess vegna kemur T. Og ef við tökum SI einingu lengdar sem metri, og rúmmál náttúrulega eitthvað sem hefur lengd, breidd og hæð, eða þá metra sinnum metra sinnum metra, þá einingin rúmmetrar, 1 rúmmetri, sem bara M í þriðja. Þetta það svo kvöldur afleiti eining, þetta ennþá í SI einingakerfinu, en fengi með því að margfalda
SI einingar saman. Aðrar algengar mæleiningar rúmmáli eða svo algengasta er náttúrulega hérna lítrar og lítrar tengjast rúmmetrum þannig að það eru 1000 lítrar í einum rúmmetra og einnig getur verið þægilegt að vita að 1 millilítri, sem er 1000 úr lítra, jafngildir einum rúmsentimetra. Einhverju sem er 1 centimetri á hvern kant er jafn mikið á 1 millilítri. En lítrar eru ekki SI eining rúmmáls. Þrýstingur er mjög gjarnan táknaður með P fyrir pressure og hefur SI eininguna Pascal sem er skammstöfuð PA og Pascal er fengið hérna með því að segja Newton deilt með fermetra sem er kíló. Það er svona sæmilega flókin samsett eining, kílógramm sinnum M deilt með S í öðru deilt með M í öðru. Þetta má aðeins hérna einfalda, en þetta þurfum við svo sem ekki að kunna yfirleitt utan að nema skeinstakar sinnum. En aðrar algengar þrýstingseiningar eru hérna loftþyngdir eða ATM, bör, torr. Þetta eru allt þrýstingseiningar sem koma reglulega fyrir og hérna þetta jafngildir 101.300 paskalum. Oft er miðað við sem sagt að ein loftþyngd, þess að 1 ATM sé svona venjulegur eða staðalþrýstingur. Og síðasta afleita einingin sem við ætlum að skoða er eðlismassi. Eðlismassi er fenginn með því að segja sem sagt massi deilt með rúmmáli. Þannig að SI eining eðlismassa væri fenginn, við skrifa einingunni bara hérna fyrst, með því að setja kílógramm sem eru eining massa deilt með rúmmetrum sem er eining rúmmáls. Eðlismassi er langoftast táknað með D í jöfnum fyrir density og þetta er í sjálfu sér bara sagt kílógramm á rúmmetra. Það er einnig algengt að nota einingar fyrir eðlismassa sem að eru ekki SI einingar, eins og til dæmis grömm á millilítra. Það er algengt að nota það er líka stundum notuð kílógrömm á lítra. Þetta eru jafngildar stærðir samt. En ef við erum með 1 gramm á millilítra eða 1 kílógramm á lítra þá jafngildir það 1000 kílógrömmum á rúmmetra vegna þess að það eru 1000 lítrar í einum rúmmetra og stundum er eðlismassi gefin upp í grömmum á lítra, ekki grömmum á millilítra eða kílógrömmum á lítra, heldur grömm á lítra og grömm á millilítra eða kílógrömm á lítra jafngilda náttúrulega líka 1000 grömmum á lítra. Þannig að kílógramm á rúmmetra er SI einingin en það er einnig algengt að nota alla þessar og stundum í staðan fyrir grömm á millilítra er notað grömm á rúmsentimetra sem er náttúrulega sama vegna þess að rúmsentimetri og millilítri er það sama.